Síðan fund bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs 298. fundur bæjarstjórnar og hann haldinn 21. ágúst. Fyrsti fundur að loknu sumarleyfi 2019. Ég bið bæjarfulltrúa velkomna hér til starfa á ný. Fyrir þessu fundi liggja alls 12 dagskrárliðir og við munum ganga til hins fyrsta þeirra og það viðaukar við fjárhagsáætlun 2019. Sem sagt fyrir þessum fundi liggur viðauki númer 4 við fjárhagsáætlunina og hann hér bara liggur fyrir bæjarfulltrúum á prenti og svo sem ekki gerð frekari grein fyrir honum hér nema þá í tillögunni sem ég les hér á eftir. Ég bara að það kemur fram sömuleiðis að þrír fyrstu viðaukar við fjárhagsáætlun voru afgreiddir af bæjarráði í sumarleyfi bæjarstjórnar, þannig að þeir eru undir þeim dagskrárlið til umræðu. En eftirfarandi tillaga lögð fram undir þessu lið: bæjarstjórn samþykkir viðauka númer 4 við fjárhagsáætlun ársins 2019 sem heimild til 30 milljóna króna lántöku umfram heimild í áður samþykktri fjárhagsáætlun ársins 2019. Viðaukinn hefur ekki áhrif á rekstrarniðurstöðu ársins en handbært fé í árslok hækkar til samræmis við þessa viðbótarheimild. Og orðið þá laust undir þessu lið og þessa tillögu ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskránni og ber þá upp tillöguna eins og ég las hana hér áðan. Þeir sem samþykkja hana gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þá það næst annar dagskrárliður, það fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, 478. fundur nefndarinnar. Það Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi sem tekur til máls. Forseti og góðu fundarmenn. Það fundur bæjarráðs sem var haldinn hérna síðastliðinn mánudag, 19. ágúst og þessi fundargerð nr. 478 þessi fundur. Það svo mikið sem 6 liðir skráð þarna fyrir en það einn tekinn út og það liður 2.1 sem lánasamningur 2.2 takk, já, það 2.2 sem lánasamningur númer 190951 og það eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs samþykkir hér með á fundi sínum þann 21. ágúst 2019 að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól allt að krónur 100 milljónir með loka gjalddaga þann 5. apríl 2034 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem liggja fyrir á fundinum og sem sveitarstjórnin hefur kynnt sér. Bæjarstjórnin hefur kynnt sér þarna líka. Bæjarstjórnin samþykkir að til tryggingar láninu höfuðstól vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68 greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011, nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins og jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Lánið tekið til fjármögnunar fjárfestinga ársins sem fela í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Jafnframt Birni Ingimarssyni bæjarstjóra Fljótsdalshéraðs veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd sveitarfélagsins að undirrita lánasamning við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni útborgun láns. Kannski aðeins til upplýsinga bara hérna, það liður 5.2 sem norrænt samstarfsverkefni að varðandi opnunartíma og viðveru kjörinna fulltrúa og starfsmanna í samfélagsmiðlunni miðvangi 31 að þá verður þarna opið mánudaga, þriðjudaga og fimmtudaga milli klukkan 3 og 6 og bara hvet íbúa Fljótsdalshéraðs til að vera duglega að kíkja hérna á okkur þarna. Þetta verður auglýst á heimasíðu sveitarfélagsins og Facebook síðu hverju sinni
við erum búin að setja upp hérna gott og fínt plan sem á svo örugglega eftir að breytast helling. Þannig að það verður bara hérna hver vika auglýst. En vildi bara koma þessu á framfæri. Ekki fleira og fundargerðin hér lögð fram til umræðu og afgreiðslu. Hanna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið þá laust undir þessari fundargerð og undir öðrum lið. Einhver sem óskar eftir því að taka til máls? Ef að svo ekki, að þá loka ég mælendaskránni og það þá gengið til afgreiðslu einstakra liða og það þá aðeins liður 2.2 tillagan borin upp eins og hún var lesin hér áðan. Þeir sem að samþykkja tillöguna gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og ég vil vekja athygli bæjarfulltrúa á því að undir liðum 2.3 og 2.5 bókað afgreiðsla bæjarráðsins staðfest og ef því ekki mótmælt, það sömuleiðis skýringartexti eða upplýsingartexti opnunartíma undir lið 2.5. En ef ekki athugasemdir við þetta, þá höfum við lokið yfirferðið þennan annan dagskrárlið og göngum næst til hins þriðja. Þriðji liður á dagskrá umhverfis- og framkvæmdanefnd og það Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi sem kynnir hér fundargerðina og drög á bókunum. Forseti og ágætt að funda fólk. Ég geri hér grein fyrir fundargerð af 116. fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar Fljótsdalshéraðs. Fundargerðin í 19 liðum. Þar af eru teknir einir ekki 7 sem eru teknir út, já, til sérstakrar tillögugerðar hér. Það þá fyrst liður 3.1, það fundur fjallskilastjóra 2019. Undir þeim liður eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og áréttar bókun úr lið 7 í fundargerð fjallskilastjóra sem krefst þess að Matvælastofnun sjái til þess að girðingar sem stofnunin ber ábyrgð á séu fjárheldar. Jafnframt áréttuð bókun úr lið 2 í fundargerð fjallskilastjóra þar sem þessi krafist að Vegagerðin sjái til þess að girðingar sem stofnunin ber ábyrgð á séu fjárheldar. Einnig verkefnastjóra umhverfismála falið að finna fjallskilastjóra fyrir Skriðdal. Undir lið 3.3 sem lausaganga geita, þar var á fundi umhverfis- og framkvæmdanefndar tekið fyrir erindi frá landeigendum í Skriðdal og Fljótsdalshreppi sem óskað eftir að lagt verði bann við lausagöngu geita á Fljótsdalshéraði. Samsvarandi erindi var einnig sent Fljótsdalshreppi. Af þessu tilefni eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og skilur áhyggjur sem framkoma í erindinu og hvetur búfjáreigendur til að leitast við að sjá til þess að búfé þeirra valdi ekki skemmdum á eigum annarra. Að svo komnu máli telur bæjarstjórn þó ekki tilefni til að setja sérstakt bann við lausagöngu geita í sveitarfélaginu. Þannig náttúrulega mál sem kannski eðlilega nýtt viðfangsefni fyrir marga að geitum fjölgar og kannski ekki óeðlilegt að komi fram svona vangaveltur og áhyggjur af einhverju sem því tengt, en þetta var allavega afstaða nefndarinnar var svo að þetta væri ekki tilefni til að setja reglur. Persónulega þá kannski líka tekið undir það sé kannski rétt að leyfa hlutum að þróast eilítið áfram, menn fóti sig aðeins í þessu umhverfi og sjáu til hvort ekki sé hægt að tryggja þetta sæmilegan frið án þess að til reglusetninga þurfa að koma. En útilokum auðvitað ekki að það þurfi að hugsanlega grípa til slíkra úrræða ef það verður viðvarandi óþolandi ástand vegna ágangs geita. Undir lið 3.4 það stefna umhverfis- og auðlindaráðherra í úrgangsmálum en þar sem sagt kemur fram að umhverfis- og auðlindaráðuneyti vinnur að tillögu að nýrri stefnu í meðhöndlun úrgangs fyrir landið allt og eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með umhverfis- og framkvæmdanefnd og gerir ekki athugasemdir við fyrirliggjandi drög að öðru leyti en því að betur þarf að skoða brennslu og dýraleifum og aðstæður í dreifbýli. Bæjarstjórn fagnar því að stefna í úrgangsmálum sé metnaðarfull, hún verði samræmd og að unnið sé markvisst að heildstæðari nálgun varðandi flokkun og endurvinnslu
en leggur jafnframt áherslu á að aðlögunartími úrbótaaðgerða sé fullnægjandi. Svo mörg voru þau orð og ég held að þetta skýrir sig nokkuð sjálft. Undir lið 3.5 það neyðaráætlun og varasorpstaður en þar kom fram að sveitarfélagið Hornafjörður hefur óskað eftir að Fljótsdalshérað að heimili að urðunarstaður sveitarfélagsins í landi Tjarnalands verði nefndur til varan í neyðaráætlun sveitarfélagsins Hornafjarðar ef það kemur til að loka urðunarstaðnum í neyð. Og eftirfarandi tillaga þá lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn Fljótsdalshéraðs að sveitarfélaginu Hornafirði verði heimilað að nefna urðunarstað að Tjarnalandi í neyðaráætlun sinni. Til lið 3.12 þar ósk fjölgun matshluta á Lagafelli 12 en fyrir liggur erindi frá Vilmundínu L. Kristjánsdóttur með ósk leyfi fyrir fjölgun íbúða á Lagafelli 12 úr 1 íbúð í 2. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að leyfi verði gefið fyrir fjölgun íbúða. Lagt til að málsmeðferð verði í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Og liður 3.14 umsókn byggingarlóð Klettasels 7 en fyrir liggur ósk lóð að hafa Klettasels 5 að breyta lóð og fá lóðinni að Klettaseli 3 úthlutað. Það skautar allt eftir 8-tölunum þarna í Klettaselinu en þó nokkuð skýrt hvað þarna að ræða að við komandi vill fá lóðina Klettaseli 3 og skila 5 og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn heimila umrædd lóðaskipti. Og að síðustu þá liður 3.16 umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsi við Eyvindará en fyrir liggur ósk endurskoðun á fyrri afstöðu nefndarinnar. Og eftirfarandi tillaga lögð fram að tillögu umhverfis- og framkvæmdanefndar samþykki bæjarstjórn að málið fái málsmeðferð í samræmi við 44. grein skipulagslaga nr. 123/2010 en til upplýsinga þá verið að víkja frá fyrri ákvörðun að gera kröfu deiliskipulag á svæðinu áður en að heimilað verður að fara þannig framkvæmdir. Í staðinn verður farið í grenndarkynningu. Aðri liðir í fundargerðinni ekki teknir út en fundargerðin hér til umræðu og afgreiðslu. Stefán Bogi bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi Gjálfsveg. Forseti ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði bara rétt að koma hér upp undir liðum 3.3 og eiginlega 3.6 líka, þar sem að ég raunum að segja í báðum tilfellum sem verið að fjalla lausagöngu búfjár og svona hvernig menn geta farið að því að verja eignarrétt sinn eða skemmdum í sjálfu sér. Og ég las nú hér fundargögnin sem þessu fylgdi og það vakti athygli mína í minnisblaði starfsmanna að í lögum búfjárhald nr. 38/2002 heimild fyrir sveitarstjórnir að setja sér samþykkt búfjárhald. Og mér langar nú bara að velta því upp og kannski spyrja því að ég lít nú ennþá á það þannig að ég sé svolítið ný í þessum bransa hvort að það hefur verið rætt að sveitarfélagið Fljótsdalshéraðs setti sér slíka samþykkt. Sjálf, ef svo ekki, að þá ég sjálf þeirra skoðunar að það sé kannski alveg að verða tímabært að við setjum okkar slíka samþykkt. Við erum auðvitað orðið hér með fjölbreytt, ef ekki bara segja atvinnulíf út sveitir og það hlýtur að vera mikilvægt að menn geti stunda þann atvinnurekstur eða það ég veit ekki hvernig ég orða það öðruvísi, þannig að þeir þurfa ekki vera að verja sig fyrir búfénaði sem gengur laus. En ég verð allavega að spyrja þetta, hvort að þetta hafi verið rætt og lýsa þeirri skoðun minni, það væri kannski bara æskilegt við farum að skoða þetta. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið laust. Stefán Bogi bæjarfulltrúi. Forseti ágæta fundafólk, það
þá undir liðum 3.3 og 3.6 kannski til að bregðast við fyrirspurn og ábendingum frá Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúa. Ég vil nú segja að ég kannast í sjálfu sér ekki við að það hefði farið fram umræða hér samþykkt búfjárhald per se. Mér er hins vegar tiltölulega í fersku minni sú píslarganga sem við fórum í gegnum hér til þess að setja hér samþykkt hænsnahald í þéttbýli. Það sem var ákveðið að bregðast við því að það var svona að færast í aukana að fólk var að halda fiðurfjennað innan þéttbýlismarkana og að tala ástæða til að heimila það. Og ég segi þetta nú svona í bæði gamlu og alvöru þrautaganga. Það er tölver vinna sem að liggur þetta bakvið að setja slíka samþykkt og það þarf að vanda mjög til verka. Þannig að það kannski lærdómurinn af því ferli fyrir mína parta er að kannski tilefni þarf að vera nokkuð brýnt til þess að maður setjist yfir að semja hér alveg nýjan samþykkt, vegna þess að miklu leyti eru þetta tekið á þessum þáttum sem að varða búfjárhald almennt bara í landslögum og reglugerðum. Það er kannski takmarkað hversu mikið sveitarfélagi getur bætt við að setja sérreglum sem að gilda það hér. Ég er ekkert að útiloka það geti verið ástæða til þess, en ég kannast samt ekki við það hefði verið svona knýjandi umræða slíkt, sko. En því er ekki að neita að þessi reynsla að vinna við samþykktum hænsnahaldi hefur kannski gert að verkum. Ég vil nú heldur bíða og sjá með það hvernig mál þróast varðandi geiturnar áður en að menn fara í það að setja það sem að sennilega yrði, þó ég viti það ekki alveg, sennilega yrði sko fyrsta sértæka samþykktin geitahald á Íslandi. Við hefðum ekki mikið að sko byggja á. En auðvitað þurfum við að gera það ef að tilfelli bara verður það að þetta verður endalaust vesen, en ég vil svona heldur láta reyna á hvort að ekki næst eitthvað jafnvægi í þessu. Aðeins sko, já, varðandi það af því að við erum hér hvort lið 3.3 og 3.6, þá kannski aðeins varðandi það að það kannski sýnir sig að þó að það séu til svo sem ákveðna reglur, þá koma þær auðvitað ekki í veg fyrir vandann þegar hann kemur upp. Og jú, oft er gott að hafa reglur, en það útilokar það ekki að eftir sem áður, af því að ég held að til dæmis að varðandi lausgöngu hrossa eins og það er fjallað undir lið 3.6, það eru svo sem alveg reglur þetta, en það bara, svo komum bara tilfelli þessu reglur eru brotnar. Og þannig að við komum ekki í veg fyrir vandann. Geiturnar mun ekki hætta að skapa sín vandræði þó að við setjum reglur þær. Þeim er nokk sama þær reglur sem þær gilda, en auðvitað útilokar maður ekki það hefði einhver áhrif á eigendurna. Það er það sem er möguleiki, en svona maður á sumar þetta upp einhvern veginn í eitthvað skiljanlegt svar, þá nei, eiginlega ekki. Það hefur eiginlega ekki verið neitt verulega til umræðu að setja sérstakar samþykktir þetta. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu, Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, forseti ágætu bæjarfulltrúi. Ég þakka Stefáni Boga Sveinssoni bæjarfulltrúa fyrir gott svar. Vissulega koma reglurnar í sjálfu sér ekki kannski í veg fyrir það að hrossin brjótist út í girðingum eða geiturnar valhoppi þangað sem þeir vilja valhoppa, en eins og Stefán Bogi Sveinsson nefndi réttilega, þá kannski hefur þetta nú einhver varnar áhrif hvað varðar eigendur þessara tilteknu skepna, og eins hyggi nú að reglurnar auðveldi þeim sem að fyrir skaðanum verða að sækja mögulega einhvern bótarétt. Mér finnst þetta, ég get svo sem fallist á það að það á ekki að setja reglur að því bara, en við erum nú hér með erindi sem það sem er vakin athygli og ákveðnu vanda, og ég held við verðum að vera mjög vakandi fyrir því að eins og manni hefur skilist, þá er þetta að verða algengar og sífellt fleiri sem að virðast hafa áhuga á því að koma sér upp einhverjum bústofni geita. Þetta er þá eitthvað sem við þurfum klárlega að hafa vakandi auga fyrir, því að ekki er nú gaman að vera á hinum endanum og verða fyrir tjóni dag eftir dag og geta nákvæmlega ekkert í því gert. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu og orðið er enn laust. Stefán Bogi Sveinsson hefur það svar. Forseti, ágætt að funda fólk,
það var alltaf að naga mig eitthvað, ég bara náði ekki að fletta því alveg upp áður en að ég þurfti að koma hér upp í fyrraskiptið, en sko það þó vissulega sé ekki hér samþykkt búfjárhaldslíkt, þá hér í gildi samþykkt sko bann við lausagöngu stórgripa, þannig að það svona tekur einmitt á þessu varðandi hross og nautgripi, þannig að það kannski ekki, og svo auðvitað hér samþykkt hundahald og kattahald og hænsnahald eins og hefur verið minnst á, en já, þannig að það ekki þannig að sveitarfélag hafi skilað algjörlega auðu þegar þessu kemur, það eru ákveðnar samþykktir í gildi, en auðvitað hægt að sjá fyrir sér að önnur samþykkt taki gildi eða með víðar gildisveiting. Ég vildi bara koma þessu að slík samþykkt bann við lausagöngu stórgripa sannarlega í gildi. Stefán Páll Sveinsson bæjarfulltrúi og lokið máli sínu og orðið enn laust. En ef að ekki fleiri ætla að kveða sér hljóðs og þá lokum við mælendaskránni og göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það fyrst liður 3.1, það fundur fjallskilastjóra 2019 og tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þessum samþykkjan að gefa merki með því rétt hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og það liður 3.3, lausaganga geita. Tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þessum samþykkjan að gefa merki með því rétt hönd. Einhver á móti. 2 sitja hjá. Það B og A. Þessu 7. Já. B og A. Þetta verður nú að vera tilefni til rannsóknar reyndar að við erum hér í þessari nýjumanna bæjarstjórn með A og B. Röðum okkur mjög framalega í stafrófið mörg hver allavega. Já, það það svo. 3.4 stefna umhverfis og auðlindaráðherra í úrgangsmálum til að það borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þessum samþykkja gefur merki með því réttur hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. 3.5, það neyðaráætlun og varasorpstaður og tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan þessi samþykkja gefur merki með því réttur hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Þrjú 12, óskum fjölgun matsluta á lagafelli 12. Þar borin upp tillaga eins og var lesin og kynnt hér áðan þessi samþykkja gefur merki með því réttur hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og þá ekki að síðustu fyrirgefn, það næst 3.14, umsókn byggingarlóð, Klettasel 7, til að það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og á síðustu 3.16, umsókn byggingarleyfi fyrir tengihúsinu Eyvindará, til að það borin upp eins og hún var lesin og kynnt hér áðan til sem samþykkja gefur merki með því að rétt upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og ég ætla nú að vekja athygli bæjarfulltrúa að venju á því að undirlið 3.2, 3.6, 3.7, 3.10, 3.13 og 3.15 fært til bókar afgreiðslu umhverfis og framkvæmdanefndar sé staðfest. En ef ekki eru athugasemdir við það, þá höfum við lokið við að fara yfir þennan þriðja lið hér á dagskrá og göngum næst til hins 4. Já, það 4. liður á dagskrá sem 14. fundur náttúruverndarnefndar og það Stefán Páll Sveinsson, bæjarfulltrúi, sem kynnir fundargerð og drög bókunum. Forseti ágætt funda fólk. Það fundargerð 14. fundar náttúruverndarnefndar sem hér tekin fyrir og hún í 10 liðum. Af þeim það eru 1, 2, 3 sem eru teknir út sérstaklega hér til gerðar. Og það þá fyrst liður 4.2, það starfshópur greiningu tækifæra í náttúruvernd og ferðaþjónustu á úthéraði. Og það lá fyrir nefndina tilnefnda 2 fulltrúa og eftirfarandi tillaga lögð fram
Að tillögu náttúruverndarnefndar samþykki bæjarstjórn að skipa Stefán Boga Sveinsson og Guðrúnu Smith í starfshóp greiningu tækifæra í náttúruvernd og ferðaþjónustu á Úthéraði. Þessum hóp ætlað að starfa í tengslum við vinnu sem að hluta til er á grunni styrk sem að fékkst úr lið C9 í byggðaáætlun greiningu svæða, það eru 3 svæði á Austurlandi sem að verður unnið með og sömulegis mun atvinnu- og menningarnefnd leggja til fjármunn til að vinna frekar með Úthérað í tengslum við þetta og hópnum ætlað svona fylgjast með þeirri vinnu. Liður 4.3, það er landskemmdir í tengslum við byggðalínu. Þetta er á grundvelli erindi sem kom til bæjarstjórnar var vísað til náttúruverndarnefndar til skoðunar og var svona kannað aðeins staða mála og rætt við aðila og eftirfarandi tillaga lögð fram að því tilefni. Bæjarstjórn tekur undir með náttúruverndarnefnd og leggur áherslu á mikilvægi þessa sem fyrst verði ráðist í að lagfæra það landskemmdir sem þarna að ræða, en þær eru að mestu eða öllu leyti innan marka Fljótsdalshrepps. Við fyrirhugaðar framkvæmdir á svæðinu og næstunni verði þess einnig gætt að lágmarka áhrif á gróið land. Bæjarstjórn væntir áframhaldandi góð samstarfs við Landsnet, sveitarstjórn Fljótsdalshrepps og aðra hagsmunaaðila að vernda viðkvæma náttúru á svæðinu. Bara svona til skýringar að þá kom fram náttúruverndarnefnd ákvað að óska eftir upplýsingum frá Landsneti. Þessar skemmdir eru í tengslu við línu eða eru samhliða línu sem að Landsnet lagði og það var kallað eftir upplýsingum og þar könnuðust menn vel við málið og upplýstum það að það stæði til að laga þetta í tengslu við þá nýja framkvæmdir sem þarna stæði fyrir dyrum. Sömuleiðis taldi náttúruverndarnefnd sem sjá nokkuð ljóslega að þetta væri meira og minna í Fljótsdalshreppi en við slepptum nú samt ekki tökum á málinu alveg og heyrðum eða verkefnisstjóri umhverfismála var í sambandi við oddvita Fljótsdalshrepps og kom þá í ljós að hún kannaðist ágætlega við máli líka, þannig að þetta virðist bara verið í nokkuð góðu ferli. Þannig að við lokum málinu með þessari bókun. Og að síðustu þá, það undir lið 4.10, það Stuðlagil og Jökuldal, bókunstjórnar Naust, það var upphafið að þessu. En á fundi náttúruverndarnefndar gerði formaður grein fyrir þeim fundum og samtölum sem hann hefur átt við landeigendur og aðra hagsmunaaðila vegna málsins. Og þarna eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn tekur undir með náttúruverndarnefnd og telur að skoða beri kosti og galla þess að friðlýsa svæði á Jökuldal sem næði yfir Stuðlafoss sem á náttúruminjaskrá, Stuðlagil og Eyvindarárgil. Samþykkt að boða verði til umræðu fundar með landeigendum á þessu svæði og fulltrúum Umhverfisstofnunar þar sem farið verði yfir ferli friðlýsingar og hvað ákvörðun slíkt kann að hafa í för með sér. Þannig náttúrulega fyrst og fremst verið að fylgja eftir því sem að hefur áður komið fram héðan frá bæjarstjórn mikilvægi þess að horft sé með heildstæðum hætti á svæðið umhverfis Stuðlagil og að ákvarðan að taka þar svona miði að því á að vernda þarna náttúrufar og tryggja skynsamlega uppbyggingu í kringum þennan magnaða ferðamannastað sem er í rauninni, það er kannski skrítið að segja hann sé að verða til, staðurinn hefur náttúrulega verið þetta lengi en þessi ferðamannastaður hann kannski að verða til fyrir augunum á okkur og með þessu er fyrst og fremst verið að leggja upp með það að kanna fleti á mögulegri friðlýsingu ef að það getur orðið til þess að ná þessum markmiðum, þessari heildstæðu sýn og sátt og samvinnu þessi markmið. Það er hins vegar ekkert sem að segir að þetta verði að gerast eða verði að verða með þessum hætti. Þetta er eingöngu bara upphafað samtali og sem við sjá svo til hvernig vindur fram. Þannig að það er allavega var vilji náttúruverndarnefndar að skoða þennan kost. Og annað hér aðri liðir í þessari fundagerð eru lagðir fram hér til umræðu og afgreiðslu sem hún í heild. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi hefur lokið sinni yfirferð yfir efni þessara fundagerðar og mælendaskrá er opin. Kristína Sigurðardóttir bæjarfulltrúi, gerðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, langar aðeins að koma hérna upp undir lið 4.5 en máli varðar Geitdalsvirkjun. Við langar að taka undir bókun hérna Rútar Magnúsdóttur sem kom á fundi náttúruverndarnefndar og hérna þar sem umrædd virkjun sem fyrirhuguð er á svæði sem tilheyrir að hluta til öðrum sveitarfélögum, Fljótsdalshreppi og Djúpavogshreppi, tel ég afar brýnt að við séum samhuga hvað varðar framtíðarsýn á svæðinu.
Tel okkur þurfa að vanda til verka því fyrirhuguð virkjanaframkvæmd er umfangsmikil og mun að öllum líkindum hafa mikil óafturkræf umhverfisáhrif. Finnst mér því mikilvægt að við hefjum samtal við hlutaðeigandi sveitarfélög framtíð svæðisins. Kristína Sigurðardóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mér langar nú fyrst bara eiginlega til þess að hrósa náttúruvernd þar nefnd því að mér finnst einhvern veginn það verða augljósara með eftir því sem að hvernig við orða, eftir því sem við gerum okkur betur grein fyrir því hversu mikilvæg umhverfismálin eru, hversu brýnt það er að hafa svolítið góða og öfluga náttúruverndarnefnd sem að horfir á málin með þeim augum eða glerugum getum við sagt. Þannig að ég er mjög sátt við flesta sem hér er lagt fram. Mér langar aðeins þess að fá að ræða lið 4.10 fyrst. Við sáum það í sumar bara með mjög áþreifanlegum hætti hversu fljótt eitt svæði getur orðið bara ákaflega vinsælum áfangastað. Frá því að vera svona staður, Stuðlagil, sem að kannski ekki margir þekktu, þá bara leið varla sá dagur í sumar að maður sæi ekki myndir af þessu svæði og greinilegt að þangað var fólk að flykkjast unnvörpum. Ég styð þess vegna einarlega þessa tillögu náttúruverndarnefndar það að það verði að farið vandlega yfir kost og galla þess að friðlýsa þetta svæði og við þurfum einnig að huga mjög vel að því hvernig við verndum það fyrir ágangi. Þannig ég styð einarlega þessa tillögu náttúruverndarnefndar. Ég tek einnig undir með Kristínu Sigurðardóttur bæjarfulltrúa og í raun og veru fulltrúa L-listans í náttúruverndarnefnd sem að bókaði sérstaklega mikilvægi þess hvað varðar lið 4, svo ég gleymi mér nú ekki, Stefán 4.5 Geitdalsvirkjun. Ég held að sé ákaflega brýnt að við fáum þessi sveitarfélög saman á borðinu áður en að frekari ákvarðanir að taka eða lengra verður gengið með þetta mál og við skoðum sameiginlega þessa miklu framkvæmd og ég tala nú ekki ef ég leyfi mér nú að bera þá von í brjósti að hér verður við orðin nánast eitt eftir 27. október og þá held ég að þetta sé bara í raun og veru alveg sjálfsagt að kalla til slíks fundar og við vitum auðvitað að Fljótsdalshreppur hefur þegar lýst yfir áhuga á slíku samtali. Já, takk fyrir. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hefur óskað eftir takk til oss. Forseti og góðir fundarmenn, það varðandi við 4.5 það er að segja óskum breytingu að skipulags Geitdalsvirkjun. Þá vil ég bara upplýsa það að samtalið er komið í gang og þessi fyrirhugaði fundur er í undirbúningi og ég á von á því að geta komið niður svona að velta upp dagsetningum og að fulltrúar sveitarfélaganna eða sveitarstjórnirnar muni þá hittast fljótlega og funda þetta mál. Fyrir að koma þessu framfæri. Björn Ingimarsson, bæjarstjóri, hefur lokið máli sínu og Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og bæjarfulltrúi, bara mér langaði svo til þess að segja heyr eða bravo eða eitthvað svoleiðis, ég vissi ekki hvort það samrýndist fundarsköpum, þannig ég ætlaði að leita álits forseta á því hvort að maður mætti fagna þegar eitthvað gott er sagt í ræðustól. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið er laust. Stefán Þór Sveinsson, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágæta fundafólk, ég
mikill áhugamaður fundarsköp bæjarstjórnar að þá það mitt mat að það sé kannski strangt til tekið samræmist það ekki alveg fundarsköpum að fagna þannig að tilmanna heyrist úr sæti, en það hins vegar ekkert sem bannar mönnum að fagna í pontu. Þannig að ef þú biður ef að bæjarfulltrúar biðja hér orðið þá þeim heimilt að segja heyr og bravo þegar í pontu komið. En að öðru, það aðeins bara varðandi lið 4.5. Þarna náttúrulega það sem að lá þarna fyrir náttúruverndarnefnd, ég held að þetta er mikilvægt að skoða öll þessi mál sem að liggja þarna fyrir, þau koma á ákveðnum forsendum og þarna til dæmis verið að veita umsögn tillögu eða ekki tillögu þetta var verkefnislýsingin og skipulagsferlið til langt og strangt en eiga síður og þá fékk nú náttúruverndarnefnd þetta til umfjöllunar og skilaði sinni umsögn og við vekja athygli á því að sú umsögn var samhljóða þar sem að í rauninni bara vakin athygli á þeim þáttum sem allir átta sig á og þetta þetta fyrirhuguð framkvæmd á landi sem til þess að gera óraskað og það líka dregið fram þá mikilvægi þess að ef að taka á þá ákvörðun að heimila rask þá þurfa að liggja dálítið fyrir á hvaða forsendum það gert. Það er að segja að það sé einhvers konar hagsmunamat sem að ræður ákvörðun bæjarstjórnar. Að öðru leyti svo sem áskildi náttúruverndarnefnd sé bara rétt til þess að veita frekari umsagnir á síðari stigum þegar tillagan kemur betur mótuð fram og það líka ágætt að það kannski komið fram að það var einnig áhersluatriði hjá náttúruverndarnefnd að það væri eðlilegt til dæmis að umhverfismati lagi fyrir áður en að menn færu í þessu vinnu og eftir því sem ég skilst að þá það bara sameiginlegur skilningur með þá þeim sem áforma þessa framkvæmd og öðrum að það verði þannig og umhverfismatið sé í vinnslu. Þannig að þetta heldur bara áfram í okkar kerfi og endanum kemur síðan að því að það verður tekin einhvers konar endanlega afstöðu til þess en áður en að því kemur held ég að það sé ekkert nema gott það að segja að sveitarfélögin sem að koma að þessu svæði tali saman, það aldrei vont að tala saman og fagna því sömuleiðis að þessi fundur sé fyrirhugaður og að menn skoði þetta þá í bæði víðara samhengi en líka gerir sig grein fyrir því að mér hefur fundist í þessar umræðum en aðeins að slá saman virkjanaáformum á svæðinu það sem að hér undir það sem að kallaði Geitdalsvirkjun sem 10 megawatta virkjun, svo eru aðra virkjana hugmyndir sem eru miklu skemmra á veg komnar og falla undir rammaáætlun og ég hef aldrei getað séð að þetta tengist í því samhengi, það er að segja ef að niðurstaðan svo að heimila þá virkjun sem að hér verið að kynna, það þýðir ekki sjálfkrafa það að hinar virkjanirnar rúli gegn sömuleiðis. Hver og einn kostur þarf að fá sína málsmeðferð og þessi stærri virkjanarkostur á Hraunasvæðinu eiga til að mynda algjörlega eftir að fara í gegnum rammaáætlun. Þannig að það er langt í það að eitthvað slíkt líti dagsins ljós ef það verður nokkuð tíma. Þannig að en mér sýnist á öllu í sjálfu sér að ferli sé í nokkuð góðum farvegi að menn íhuga þetta samtal, það verið að vinna þetta umhverfismat og svo taka með sína afstöðu. Þannig að og ég auðvitað þakka kærlega fyrir það hrós sem að náttúruverndarnefnd fær hér þó að vissulega hafi hvarflað að mér að ég hafi gert einhverja vitleysu þegar fulltrúi minnihlutans hrósar sérstaklega því sem að nefnd undir minni forystu gerir að þá hugsa maður þessi stundum tvisvar og athuga hvað maður hafi nú verið að gera af sér en ég hef hugsað í þessu tilfelli þá sé tilfellið einfaldlega það auðvitað eru við öll hér náttúruverndar að því leyti til að auðvitað viljum við ekki sjá ágang á náttúru landsins að óþörfu og umfram það sem að eðlilegt getur talist og hægt að setja sig við þannig að það erum við sammála. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu, Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi Frjósveg. Forseti, góðir fundamenn, þið verðið að afsaka, ég dálítið rámur. Það liður 4.10 sem langar aðeins að koma inn á og bara ánægður með þessa tillögu og það kemur nú til af því að þarna stendur og telur að skoða beri kosti og galla þess að friðlýsa svæði. Ég þarf ekki að endurtaka þetta, mér finnst það mjög mikilvægt
nákvæmlega eins og þarna stendur að það séu skoðaðir kostir þess. Við erum ekki að segja að það eigi að gera þetta. Hafa það alveg á hreinu, fá fram alla kosti og galla áður en það. Og eins þarf það að vera í fullu samráði að mínu viti við landeigendur þarna á svæðinu. En mér langar aðeins samt í framhald af þessu að það náttúrulega búið að fara aðeins yfir það hér áður á fundunum að bæjarfulltrúum hvað þessi staður, þó hann hafi nú alltaf verið þarna kannski, sé allt í einu að springa út sem stórkostlegur ferðamannasegull eins og menn kallaði þetta nú á túristamáli. Við erum í gegnum árin svolítið búið að vandræðast með það hér á Austurlandi að hafa ekki þessa segla og hvernig við eigum að stöðva túrista sem til okkar koma þannig að þeir stoppi kannski 1-2 daga og þá noti þeirra þjónustu sem hér í boði í þessu sveitafélagi og á Austurlandi öllu. Þannig að ég lít á þetta sem stórkostlega auðlind og það hafa aðilar sem hafa að mínu viti býsna mikið vita á þessum hlutum nefnt stóra hluti við mig sem að ég ætla bara að segja hér en ég skilja ekki alveg að þetta sé svoleiðis. En kannski það bara rétt að þetta sé langmesti og stærsti ferðamannasegull Austurlands og kannski meir en það, kannski alls landsins. Svo stórt sé þetta og ég held að það í framhaldi af þessu og hvernig menn ætla að standa að því að varðveita og byggja, ég segi í leiðinni, varðveita og byggja upp gilið og aðstöðu fyrir ferðamenn þannig að gilið fá að njóta sín sem best. Þá vil ég líka kannski koma inn á gamalt mál hér sem var hér á árum áður mikið rætt og það held ég ástæða til þess að fara nú að taka það upp í beinu framhald af þessu. Það var vegur frá Kárahnjúka stíflu eða þeim vegi og út í Aðalból. Þetta var vegur sem var ákveðið á dagskrá hjá Landsvirkjun á sínum tíma en þetta fór nú svona á hold eins og sagt var af ýmsum ástæðum á sínum tíma en ég held að þarna séu gífurlegir möguleikar og þá er ég ekki bara að tala um möguleika fyrir Austurland og þjónustu aðalega hér í þéttbýlinu og annað. Ég líti á þetta sem mikla möguleika, atvinnu uppbyggingar möguleika fyrir svæði til dæmis Efra Jökuldal og Jökuldalinn og víðar sem að mínu viti eru ekkert annað en brothætt byggð þó að sveitafélagi allt sé ekki brothætt byggð þá eigum við bæði efstu aðilega bæði og efsta og neðsta skala hvað það varðar. Við erum með svæði í sveitafélaginu sem eru virkilega brothættar og ég ætla nú að biðja okkur eftir því sem að þetta verkefni og eftir að koma hér betur fram að vera svolítið opin fyrir því hvort að þarna séu ekki möguleikar, byggja líka upp veginn upp á Efradal, opna betur inn í eitt náttúru undrið enn sem náttúrulega hafrakvamagljúrin og slíkt. Þetta allt einn stór náttúruperla og þetta í útjaðrinum á Vatnajökulsþjóðgarði og þessi leið getur leiðið áfram yfir Kárahnjúka stíflu og áfram inn í þjóðgarðin og þarna sé ég ekkert nema stóra möguleika til framtíðar litið og við skulum bara vera á varðbergi að gera ekkert til þess að spilla fyrir okkur þar. En leið vil ég ítreka það að auðvitað verðum að standa vörð þessar sem aðrar náttúruperlur. Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Orðið enn laust. Stefán Björn Sveinsson bæjarfulltrúi. Nú forseta ágæta fundafólk, ég ætlaði bara aðeins undirlið 4.10 og í tilefni orðum Gunnars Jónssonar bæjarfulltrúa að tilgreina það sérstaklega auðvitað að þegar lagt upp með friðlýsingu svæða þá
þó að það sé ef til vill hægt að finna lagatæknilega leiðir til þess að framkvæma slíkt án atbeina landeigenda, þá held ég allir átti sig á því að slíkt verður aldrei gert í raun nema í góðri sátt við landeigendur. Og í rauninni það sem að kannski vakti, já, svo ég reynir nú kannski að túlka afstöðu náttúruverndarnefndar, þó að hver og einn getur haft sína afstöðu sem að þar situr, að það vakti kannski fyrst og fremst fyrir mönnum að vekja athygli á þessum möguleika að þetta geti verið svona ákveðið tæki til þess að ná saman markmiðin, að það geti verið skynsamlegt að nota þessa leið, en það ekkert hægt að útiloka það að aðrar leiðir dugi eins vel eða betur. Og þá bara, eins og sé, gerist það á grundvelli einhvers konar samræðu og mats á kostum og göllum. Varandi það sem að bæjarfulltrúinn Gunnar Jónsson nefndi hér áðan vegagerð og möguleika fyrir þetta svæði, ég tek heilshugar undir það, af því að þetta ekki eini staðurinn þarna, og Gunnar Jónsson nefndi réttilega til þess Hafrakómagljúfur, það má líka nefna Laugavalladal og auðvitað Laugafell. Ég vildi bara líka nefna það auðvitað af því að það kannski ekki bara sú leið sem að bæjarfulltrúinn nefndi hér áðan sem kemur auðvitað til greina, það náttúrulega annar vegur þarna inn Brúardalina sem að nær þá utanum nær betur utanum þá beint upp að Kárahnjúkum. Vegurinn frá aðalbólu myndi koma neðar á veginn eiginlega til móts við Laugafell, þannig að það er svona styttri hringur, en maður kannski bara endurtekur sig og segir auðvitað allt sem að gert í þessu samhengi þarf bara að vega og meta og skoða kosti og galla alls, en ég tek heilshugar undir þessi sjónarmið sem koma fram að það eru mikil tækifæri til að byggja upp það sem við höfum talað okkur þurfa að halda, öflugan ferðamannasegul og hringtengingar sem að gera það verkum. Þetta fýsilegu kostur þá fyrir ferðafólk að fara geta séð fleiri en einn merkilegan stað á sama hringnum og dvali lengur hér á svæðinu hjá okkur, og það held ég eitthvað sem að allir vilja sjá. Þannig að tækifærin eru mikil og við skulum endilega halda vöku okkar eins og komið fram í þessar umræðu. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og orðið hann laust. Þú ypptir því Ef ekki fleiri ætla að kveðja til hljóðs sem mega það, þá loka ég mælendaskrá og við göngum til afgreiðslu einstakra liða. Það þá fyrir það fyrsta liður 4.2 starfshópur greiningu tækifæri náttúruvernd og ferðaþjónustu úthéraði. Tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og liður 4.3 landskemmdir í tengslu við byggðalínu. Þar tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og síðust þá liður 4.10 Stuðlagila Jökuldal, bókastjórnar Naust, og tillagan borin upp eins og var lesin og kynnt hér áðan. Þeir sem samþykkja gefur merki með því að rétta upp hönd. Takk fyrir, það samþykkt samhljóða. Og við höfum þá lokið yfirferðir við þennan 4. dagskrárlið og göngum til hins 5. Það er fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, það er 474. fundur nefndarinnar, en á þessum fundi fór bæjarráð með fullnaðarafgreiðslu heimild mála í umboði bæjarstjórnar og fundargerðin er því lögð hér fram til kynningar, en orðið er laust efni hennar ef einhver óskar eftir því að taka til máls. En svo ekki, þá lokaði mælendaskrá og það er bókað að fundargerðin sé lögð fram. 7. dagskrárliður þá næst, það er sömuleiðis fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs sem er hér með sömu formerkjum, það er 475. fundur nefndarinnar. Orðið er laust hana ef einhver óskar eftir að taka til máls. Björk Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, mig langar aðeins þess að ræða lið sem er væntanlega 2.11 í þessari fundargerð. Þar sem að bæjarráð samþykkti í raun óskum afstöðu til reisingar vindmylla við Lagarfossvirkjun. Þetta vakti nú nokkra athygli mína í
sumar þegar þetta var kynnt og rataði raunar í fjölmiðla þar sem ég hlustaði á ágætar skýringar forseta bæjarstjórnar á í raun og veru röksemdum bæjarráðs í málinu. Eftir sem áður ég nú þeirrar skoðunar að bæjarráð hefði geta varið það að halda sig við fyrri ákvörðun bæjarstjórnar að þessar bíða með í raun og veru að setja á stað vindmyllu rekstur þar til að kæmi að endurskoðun aðalskipulags Fljótsdalshéraðs og kannski líka horfa til þess að það kæmi einhvers konar regluverk hér. Ég man nú reyndar ekki hvort það var akkurat í niðurstöðu bæjarstjórnar, allavega var það að bíða endurskoðunar aðalskipulags. Vissulega það svo að svæði sem þarna ræðir við Lagarfossvirkjun skipulagt sem iðnaðarsvæði, en það náttúrulega engum blöðum það að fletta að þarna ólíkar aðferðir við að framleiða raforku og þessi tiltekna aðferð hefur í för með sér áhrif sem eru allt annars konar heldur en þau sem þarna eru nú þegar fyrir. Mér fannst við í bæjarstjórninni vera nokkuð sammála þetta þegar við ræddum þetta á sínum tíma, að það væri rétt að skilgreina svæði fyrir vindmyllur og að við myndum skoða þetta í samhengi. Þess vegna hefði mér þótt eðlilegra að þeirri línu yrði fylgt þarna áfram. Ég kom, auðvitað þetta tekið þessi ákvörðun tekin þegar bæjarstjórn ekki að funda og ég kom undrun minni á framfæri við fulltrúa L-listans í bæjarráði yfir þessu, en ég vildi svona árétta það að mér hefði fundist það eðlilegra að við hefðum haldið okkur við það sem að var búið í raun og veru að ákveða hér, þrátt fyrir að ég skilji vel röksemdir forseta eins og hann kynnti þær í fjölmiðlum. Og ég átta mig alveg á því að það mun gefast tækifæri til athugasemda þegar að deiliskipulag verður kynnt, en ég vildi nú samt koma þessu á framfæri. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Forseti, ágætt að funda fólk. Það nú kannski svo að ég og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi við skiljum hvort annað afar vel á þessum fundi. Ég skil í sjálfum sér alveg þau sjónarmið sem að bæjarfulltrúi færi hér fram og þegar að málið kom fyrir bæjarráð þá þurfti að vega þetta allt saman og meta. Ég stend með þeirri ákvörðun sem var tekin þarna en tek alveg undir það að mörgu leyti þá kannski gengur það örlítið á skjön við þessa fyrri samþykkt, en sveitarfélagið jú stjórnvald og þegar erindi kemur inn frá aðila, jafnvel þó að það sé orkufyrirtæki eins og þetta, þá getur stjórnvald ekki kannski fyllilega staði bara á, ég vil kannski ekki segja geðþótt, en getur ekki staðið fyllilega á bara því sem að menn hreinlega bara vilja. Eins og máli var þarna vaxið að þá var það allavega mitt mat og í rauninni þegar upp var staðið samdóma álit bæjarráðs að það væri ekki hægt að beita sömu rökum á þetta tilfelli og hafði verið beitt áður, vegna þess að þarna var sannlega búið að taka ákveðna afstöðu í aðalskipulagi en ég, eins og ég tók fram á, skil og meðtek þau sjónarmið sem bæjarfulltrúi Björg Björnsdóttir kemur fram að þetta er vissulega annars konar orkuvinnsla sem að má svona reikna með að menn hafi séð fyrir sér þegar að það aðalskipulag var gert, en þegar að verður að vega um þetta hvernig þú svarar erindi sem stjórnvald þá verður kannski svolítið að horfa á ákveðið meðalhóf í þessu og niðurstaðan var svo að vegna þess hvernig aðalskipulagið er þarna sett upp að þá væri í rauninni ekki annað að segja heldur en að þetta samræmdist því og heimila svona áframhald á þessu ferli. En eins og kom fram réttilega í máli Bjargar Björnsdóttur bæjarfulltrúa hér áðan
og rétt að ítreka, það langt ferli framundan áður en að eitthvað sem að við getum kallað vindmyllurekstur lítur þarna dagsins ljós. Og ég vil eiginlega vonast til þess að við verðum búin kannski að ná svolítið betur utan þetta tölvert áður heldur en að fer nokkuð að hylla undir það. Ég svo sem veit ekki hvaða verkkrafa eða hvernig umrætt fyrirtæki sér fyrir sér að standa að málinu, en ég ekkert endilega sannfærður það að menn ætli sér að fara fram með einhverju leiftursókn í þessu máli, en menn vildu skoða þetta og það eiga eftir að fara þarna frá mælingar og annað slíkt áður en að allavega mínu viti áður en hægt að meta það hvort að yfir höfuð einu sinni fýsilegt að fara í þessa framkvæmd. Þannig að það langur tími framundan og vonandi munum við ná betur utan þessi mál í heild sinni áður en að við lendum á einhverjum krítiskum tímapunkti varðandi akkurat þetta mál. Stefán Bogi Sveinsson bæjarfulltrúi lokið máli sínu og næstur á mælendaskrá Gunnar Jónsson bæjarfulltrúi. Forseti, góðir bæjarfulltrúar. Hvað var nú liðurinn? Þetta sjötti liður bara? Já, sjötti liður, já, fyrirgefið. Þar sem að ég satt þennan bæjarráðsfund og tók þar með afgreiðslu, þátt í þessari afgreiðslu, þá vil ég aðeins skýra mín sjónarmið í þessu. Bæjarfulltrúi Stefán Bogi Sveinsson var búinn að koma svolítið inn á það hvernig þetta og bæjarfulltrúi Björg líka að þarna í kringum Lagarfoss aðalskipulag sem segir orkuvinnsla. Það kannski ákveðin útgangspunktur. Orkuvinnsla með vindmyllum í mínum huga, og það kannski ástæðan fyrir því að ég hikaði ekki við það að standa þessari bókun, kannski sá besti orkukostur sem að við eigum völ á. Þetta afturkræft og þetta eins náttúruvænt og það getur í raun og veru verið. Það stórt mál í mínum huga og við vorum hér fyrr á þessum fundi að tala virkjanir, vatnsaflsvirkjanir, meðal annars undir 10 megavöttum og ekki sýnist nú öllum að það sé gott. Við erum líka stöðugt í þessu þjóðfélagi og ég ætla rétt að vona að svo umræða bara aukist. Við erum að tala ákveðin orkuskipti og við þurfum að koma raforku betur til notkunar í umferðinni, í hafnir og svo framvegis, en það eru líka uppi erfið sjónarmið meðal landsmanna að það heila ómögulegt að flytja orkuna heldur, en við viljum samt öll nota hana. Þetta svolítið litla gula hænan og mér finnst, og ég myndi fagna því, ef það kæmi upp 2 vindmyllur eins og þarna talað út við Lagarfoss og það myndi veita íbúum sem að síðan taka afstöðu til þess með frekari orkuvinnslu með vindmyllum, þá sjá menn þetta svart á hvítu. Hvernig lítur þetta út? Hvernig kemur þetta út? Þetta eitthvað vandamál? Þetta eitthvað sem við viljum ekki? Þetta framtíðin? Mér finnst þetta eins og sagt á slæmu máli, þetta sé bara fínt konsept, vatnsaflið með vindorkunni og við nefnilega vitum það líka að vindorkan vinnur ekki einu sér, hún þarf í raun að vera bökkuð upp af vatnsaflsvirkjunum. Þannig að mér líst óskaplega vel á þetta og vona þetta við getum lært af því, kosti og galla, því að við erum oft hrædd við hluti sem við þekkjum ekki og þetta fyllsta ástæði til þess að skoða þetta og enn og aftur þetta eins náttúruvæn orka og það getur orðið og þetta afturkræft. Gunnar Jónsson hefur lokið máli sínu, orðið ennþá laust. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, það rétt að árétta að það má ekki skilja orð minn sem svo að ég sé á móti vindorku.
þvert á móti, og ég held reyndar að þegar við ræddum þetta hér á fundi okkar fyrir einhverju síðan, þá var það nú samdóma álit flestra að þetta væri ekki eitthvað sem menn væri absolutt að hafna, heldur að við vildum stíga varlega til jarðar, skilgreina svæði sem að hentuðu fyrir þetta í tengslum við endurskoðun aðalskipulags. Ég er ennþá þeirrar skoðunar. Þetta er vissulega óefturkræft og þetta er hrein orka, en eins og kom fram í þeim fréttum sem ég vísaði til hér í mínu fyrra erindi, að þá er þetta ekkert alveg óumdeilt, menn það er hljóðmengun sem fylgir þessu og þeir sem eru þarna búsettir í grennd, þeir hafðu til að mynda áhyggjur af henni. Þannig að ég segi bara, við þurfum bara að skoða þetta vel og vera búin að gera okkur grein fyrir öllum hliðum málsins og setja okkur niður einhvers konar plan það, hvernig við viljum sjá þetta gerast. Ekki kannski hafa það svolítið, ég ætla nú ekki að segja hipsum haps, því að það væri næstu því eins og þegar Stefán Bogi forseti bæjarstjórnar orðaði að næstu því áðan að væri geðþótta ákvörðun. Það er ekki það sem ég er að segja. Ég heldur vil ég sjá þetta í tengslum við einhvers konar stefnumótandi vinnu og endurskoðun aðalskipulagsins er svo sannarlega slík. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínum og orðið er ennþá laust undir þessum 7. lið. En ef ekki fleiri kveða til hljóðs, þá lokuðum við mælendaskránni og sem fyrr þá er fundargerðin hér lögð fram. Næst er það 7. dagskrárlið, það er sömuleiðis fundargerð bæjarráðs Fljótsdalshéraðs, það er 477. fundur og liggur hér fyrir með sömu formerkjum og hérna fyrir fundargerði bæjarráðs, en orðið er laust ef einhver vil taka til máls undir þessum 7. lið. En ef að svo er ekki, þá er mælendaskránni lokað og bókað fundargerðin sé lögð fram. Og þá er það næst 8. liður á dagskrá. Það er fundargerð bæjarráðs með sömu formerkjum og áður, 477. fundur og orðið er laust ef einhver sem óskar eftir að taka til máls þá fundargerð. Ef að svo er ekki, þá loka ég mælendaskrá og bókaður að fundargerðin sé hér lögð fram. Þá er það næst 9. liður á dagskrá, það er starfshópur húsnæði Egilsstaðaskóla. Þarna fórum við á kostum namni. Já. Kemur þá í ljós að við glemdum að skrifa tillöguna sem við ætlum að skrifa undir þessum lið. En undir þessum lið er lagt fram álit starfshóps húsnæði tónlistarskólans á Egilsstöðum og það liggur fyrir og bæjarfulltrúar hafa getað kynnt sér það álit. Það sem að tilstóð að fara hér til bókar og ætla ég nú bara að gera það hér munnlega er að þessu fylgir sömulegis tillaga sem er svohljóðandi: bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til bæjarráðs til frekari vinnslu. Þannig að álitið er sem sagt hér til umræðu, en tillagan sem er hér liggur hér fyrir er að síðan í framhald á þeirri umræðu, ef einhver kann að verða, að þá fái bæjarráð málið til þess að reka það áfram eftir atvikum og kemur það þá þannig síðan til bæjarstjórnar bara með fundargerðum bæjarráðs. En orðið er sem sagt laust ef einhver óskar eftir því að taka til máls. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég naut nú þeirra ánægju að sitja í þessum starfshópi ásamt Hannesi Karli Hilmarsinni bæjarfulltrúa og Gunnhildi Ingvarsdóttur bæjarfulltrúa sem var formaður hópsins. Þetta var við höfum snarft, getum við sagt, við höfum ekkert mjög langan tíma til þess að fara yfir þetta þó mjög svo mikilvæga mál og ef frómt er frá sagt að þá óx verkið á meðan við frá því sem við fyrst fengum í hendurnar og þegar við fórum svona að leggjast yfir þetta þá í raun og veru áttum við okkur á því að þessi húsnæðismál skólastofnana Fljótsdalshéraðs eru öll svolítið
mikið tengd. Þannig mætti leysa ákveðin húsnæðisvanda í Egilsstaðaskóla með því að leysa húsnæðisvanda tónlistarskólans og svona verður þetta svolítið samhangandi allt saman. Það engu að síður held ég mjög mikilvægt að við förum að gera okkur einhverja heildarsýn á þessar húsnæðisþarfir til framtíðar og það var tillaga starfshópsins að það yrði myndaður fámennur vinnurhópur það verkefni og að honum verði settur gíska þröngur tímarammi til að skila af sér þeirri vinnu. Ég held að við höfum talað 1. mars næstkomandi. Tillaga, ég vona að sú tillaga sem að forseti las hér fyrir okkur inniberi það að bæjarráð ætti sér þá að skipa þann vinnuhóp eða ég myndi að minnsta kosti vilja þá fá afstöðu bæjarstjórnar kannski til þess þeirra tillögu starfshópsins að svona verði þetta gert. Þar að segja, kannski ég að kalla eftir því háttvirti forseti að þú útskýrir fyrir mér hvað frekari vinsla í bæjarráði þýði. Ég vil nú þakka þeim sem voru í þessum starfshópi með auk okkar sem ég hef þegar nefnt var Karl Láretsson og svo þetta Helga Guðmundsdóttir sem fræðslustjóri sem var starfsmaður hópsins og var náttúrulega ómetanleg í þessu starfi. Við heimsóttum alla skólana og reyndum að afla okkur sem gleggstra upplýsinga þetta og ég held að við höfum skilað af okkur alveg þokkalegu starfi. Takk. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu og orðið laust eða fleiri vilja taka til máls. Gunnhildur Ingvarsdóttir bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Já, forseti bæjarfulltrúar. Björg nú svo snögg eins og allir vita. Hún náði því að koma hér upp fyrst. En það var svo smá gett. Ég við bara taka undir það sem að Björg sagði með að þakklæti til þeirra sem voru í þessum hóp. Það var magnaður hópur og duglegur. En ég hef svo sem ekki meiri við það að bæta með þetta kemur alltaf fram þannig í þessu sem við skilum á okkur hvað við erum hvernig við lítum á þetta, hvernig við viljum sjá þetta í framtíðinni og vinnuna áfram kannski, en ég vona bara að bæjarráð finni eitthvað fínt út úr þessu og þannig að þetta þokist áfram. En við leggjum áherslu einmitt á það að við förum að horfa á einhverja framtíðarsýn í þessu. Þá erum við ekki til nokkura ára fram í tíman, þannig að við séum svona undirbúin undir framtíðina. En ég þakka bara fyrir. Guðmundur Ingvarsdóttir hefur lokið máli sínu. Minna bæjarfulltrúana á vanda ávörp sín gagnvart öðrum bæjarfulltrúum. Minna bæjarfulltrúa á vanda íslensku sína við afsökunarbeiðnir. Ég ætla kannski að fá að taka til máls. Næstur á mældagskrá Stefán Góður Sveinsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt að funda fólk. Ég vildi bara koma hér upp til að bregðast við fyrirspurn frá Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúa og það má kannski segja það tillagan sem hér lögð fram, hún vísun á þessu mál til bæjarráðs, hún í sæmilegu samræmi við það hvernig við höfum unnið að framgangi svona mála, sambærilegum málum. Það að mörgu leyti kannski liprari vettvangur að hafa bæjarráðið sem svona stjórnandi vettvang þegar menn eru að reyna að koma málum áfram og kannski finna þeim stað sömuleiðis innan áætlana. Varðandi skipan vinnuhópsins, þá getum við ekki svarað því kannski fyllilega hvernig bæjarráð nákvæmlega hyggst taka á þessu. Þetta svo sannarlega ekki verið hugmynd hver önnur. Það kemur líka til greina bæjarráð sjálft kall eftir ákveðnum grunnupplýsingum áður en menn vinna þetta áfram. Það svona bara eitthvað sem ég held að starfsmenn hér innan hús og bæjarráð muni bara setjast yfir að hvort maður vilja einhvern veginn hvað maður vilja taka saman, hvað maður vilja slíta sundur á þessum verkþáttum, en markmið auðvitað að vinna bara í samræmi við
Við getum að sagt þessa niðurstöðu í grófum dráttum. Mér sýnist að það sé svona, þarna séum að ræða skynsamlegar ábendingar, en það vantar auðvitað töluvert inn í myndina varðandi kostnað og svona bara hvernig menn sjá fyrir sér framvindu framkvæmda á næstu árum. Þannig að tillagan raunir bara gengur út á það sem hún segir, svo sem að vísa málum til bæjarráðs, aðalega því að það er svona liprari vettvangur til að vinna þetta áfram. En það er ekki tilgangurinn að svæfa málið í bæjarráði, svo það sé sagt bara berum orðum hér. Þetta er sett áfram til vinnslu, ekki til svæfingar. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls þetta? Anna Alexandersdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti og góður fundamenn. Það er, já, við erum alltaf bara í þessum eina lið. Það er bara þessi greinagerð eða tillaga frá þessum starfshóp, bara menn hafa lagst vel yfir þetta og gott að fá þetta svona skilmerkilega sett upp, og ég tek undir orð Stefáns Boga Sveinssonar, bæjarfulltrúa, með að ég held sér skynsamlegt að vísa sinni bæjarráð sem svo þá kemur málunum áfram, og hvort að þetta sé unnið allt áfram í einum starfshópi, af því að þarna er náttúrulega annars vegar húsnæðismál Tónlistarskólans á Egilsstöðum og við Egilsstaðaskóla, og hins vegar svo Fellaskóla, og kannski þyrfti þetta bara að vera aðskilin verkefni. En það er eitthvað bara sem við þurfum sem við þurfum bara að skoða, hvernig við komum áfram í farveg, þannig að og eins með bara fjármögnun á þessum verkefnum, hvernig þau passa inn í framtíðar áætlanir, og já, hvernig við skoðum þetta í því ljósi. Við þurfum nú líka að taka mögulega tillit til mögulegar sameiningar og annað í öllu þessu. Þannig að já, ég bara þakka starfshópnum fyrir þessa greinagerð og styð það að við vísum þessu áfram inn í bæjarráð til vinnslu. Takk. Orðið er þetta laust. Björg Björnsdóttir, bæjarfulltrúi, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég get alveg áttameðlega á því að framkvæmdir við hvern og einn skóla eða varðandi hvern og einn skóla eru vissulega aðskildir þættir, en ég held að það sem að við í starfshópnum höfum samt verið svolítið áfram það var það að við reyndum að búa okkur til einhvers konar heildarsýn í þessum málefnum, og það var hugsunin með þessum vinnuhópi að ekki einast yrði horft á einstakar skólastofnanir, heldur einnig einhverja heildarsýn í þessum málaflokki. Það var nú menn með ekki miskila það þannig að við sem ætlast þess að sé farið í allar þessar framkvæmdir í einu og það sé einhvern veginn samhangandi, heldur erum við kannski frekar að óska eftir því að menn seti í raun og veru niður fyrir sér það sem að blasir í raun og veru við að þarf á næstu, ég ætla ekki bara að segja nokkrum árum, heldur kannski áratugum að gera ráð fyrir að gera, af því að ekkert af þessu mun rísa á einni nóttu. Ég treysti bæjarráði fullkomlega til að svæfa ekki málið og ef ég fer að óttast það að þið séu sofnuð á verðinum, þá er ég vís með að hnippa í okkur. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef að svo er ekki, þá er mælendaskrá lokað og ég ætla þá bera upp á tillögu sem ég las hér áðan, og ég kannski það að sjá hvernig ritari komin fyrir. Bæjarstjórn samþykkir að vísa málinu til bæjarráðs til frekari vinnslu. Þeir sem samþykkja tillöguna gefur merki með því réttum hönd. Takk fyrir það er samþykkt samhljóða. Það er þá 10. dagskrárliður sem er kosning fulltrúa í embætti stjórnir og nefndir á vegum Fljótsdals héraðs. Hér er rauninni, það má ég að segja, hér séu fyrir 2 tillögur. Ég bið bæjarfulltrúa afsökunar á því að
önnur þeirra lendi inn í hina miðja, en við erum að breyta því uppsetningu, þannig að ég mun lesa þetta bara upp. Það er annars vegar fyrirliggur beiðni Steinars Inga Þorsteinssonar laust frá störfum í bæjarstjórn og bæjarráði ásamt embættum á vegum bæjarstjórnar Fljótsdalshéraðs vegna flutninga hans og fjölskyldunnar til Reykjavíkur. Bæjarráð hefur áður samþykkt lausnarbeiðni Steinars í öðrum nefndum og stjórnum á vegum Fljótsdalshéraðs og skipa fulltrúa í hans stað. Og í þessu samhengi er eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykki lausnarbeiðnina. Aðalsteinn Ásmundsson, eða ekki allt eins og Ásmundar, höfum það þannig, allt í hennu fór þetta að naga mig. Aðalsteinn Ásmundarsson verður bæjarfulltrúi í hans stað. Gyða Dröfn Hjaltadóttir sem skipaði 7. sæti L-listans hefur ekki lengur kjörgengi vegna búferlaflutningu úr sveitarfélaginu og því verður Skúli Björnsson sem skipaði 8. sæti varabæjarfulltrúi í stað Aðalsteins. Allt þetta gerist bara sjálfkrafa, en það er rétt að gera grein fyrir því hvað hér á sér stað. Síðan kemur í áframhaldið í tillögunni. Bæjarstjórn samþykkir að Kristjana Sigurðardóttir verði kjörin 2. varaforsti bæjarstjórnar í stað Steinars. Þá samþykkir bæjarstjórn að Kristjana Sigurðardóttir verði aðalmaður í bæjarráði í stað Steinars, en aðal- og varabæjarfulltrúar L-lista eru varafulltrúar í bæjarráði samkvæmt gildandi samþykktum og í þeirri röð sem þeir eru kjörnir. Einnig samþykkir bæjarstjórn að Kristjana Sigurðardóttir taki sæti Steinars sem aðalfulltrúi á landsþingi Sambands íslenskra sveitarfélaga og að Björg Björnsdóttir verði varabæður hennar þar. Þá samþykkir bæjarstjórn að eftirtaldir verði fulltrúar Fljótsdalshéraðs á aðalfundi SSA sem aðalmenn: Anna Alexandersdóttir, Gunnar Jónsson, Berglind Harpa Svavarsdóttir, Stefán Bogi Sveinsson, Gunnhildur Ingvarsdóttir, Kristjana Sigurðardóttir, Björg Björnsdóttir, Aðalsteinn Ásmundarsson, Hannes Karl Hilmarsson, Björn Ingimarsson og Guðlaugur Sæbjörnsson. Til vara eru kjörnir eftirfarandi: Karl Lárutsson, Sigrún Hólm Þorleifsdóttir, Sigurður Gunnarsson, Guðfinna Harpa Árnadóttir, Aðalheiður Björt Unnarsdóttir, Sigrún Blöndal, Dagur Skírnir Óðinsson, Skúli Björnsson, Hrefna Hlín Sigurðardóttir, Stefán Snædal Bragason og Óðinn Gunnar Óðinsson. Bæjarstjórn þakkar Steinar Inga fyrir samstarfið og óskar honum og fjölskyldu hans heilla og velfarnaðar á nýjum vettvangi. Þetta er sem sagt fyrri tillagan. Síðan þar á eftir Aron Steinn Halldórsson af L-lista hefur beðist lausnar frá störfum í atvinnu- og menningarnefnd og starfshópi greiningu tækifæri í náttúruvernd og ferðaþjónustu á Úthéraði. Eftirfarandi tillaga lögð fram. Bæjarstjórn samþykki lausnarbeiðnina og að Skúli Björnsson taki sæti hans í atvinnu- og menningarnefnd og að varamaður Skúla verði Arngrímur Viðar Ásgeirsson. Bæjarstjórn felur atvinnu- og menningarnefnd að tilnefna fulltrúa í starfshópinn í stað Arons. Þannig að þetta það eru 2 lausnarbeiðnir og það eru 2 tillögur, nokkuð umfangsmikið þú fyrir auðvitað. Orðið er laust ef einhver óskar eftir að taka til máls. Ef svo er ekki, þá ætla ég að loka mælendaskránni og þá ætla ég að bera upp fyrri tillöguna sem ég las hér áðan, sem kemur til af lausnarbeiðni Steinars Inga Þorsteinssonar, sem samþykkja tillöguna gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Og þá ætla ég að bera upp seinni tillöguna sem er borin upp vegna lausnarbeiðni Arons Steins Halldórssonar. Þessi samþykkja þá tillögu gefur merki með því rétt upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá höfum við lokið þessu. Og næst er það 11. dagskrárliður. Það er samþykkt stjórn og fundasköp Fljótsdalshéraðs. Fyrir fundinum liggja drög að nýrri samþykkt stjórn og fundasköp. Þetta er fyrri umræða. Samþykkt stjórn og fundasköp þarf 2 umræður í bæjarstjórn áður en hægt er að senda hana til ráðuneytis til staðfestingar. Það er nú svo að það voru framkvæmdar allnokkrar breytingar á samþykktunum og það er svolítið erfitt kannski að segja hvort það eru viðan miklar eða ekki. Margt af þessu var svona tiltekt samræming við bæði innra samræmi og samræming við bara sveitarstjórnarlögin eins og þau eru í dag og svo svona annað sem að tekið á ýmsum þáttum og ýmsum málum, ýmsum viðamiklum. Þar sem að það eru 2 umræður, þá var það kannski það sem þá liggur það kannski beinast við að þetta sé lagt hér fram. Ef að bæjarfulltrúar hafa einhverjar ábendingar eða óska einhverjar skýringar, að þá er að gera það undir umræðu þetta hér. Það er ekki víst að öllum slíku sé hægt að svara 1, 2 og 3, en við höfum þá alltaf aðra umræðina til að bregðast við og hugsanlega gera breytingar ef ástæða þykir til. Þannig að orðið er hér með gefið laust við fyrri umræðu nýja samþykktu stjórn og fundasköp Fljótsdalshéraðs. Er einhver sem óskar eftir því að taka til máls?
Já, það er bara ef enginn gerir þetta annar, þá er það bara Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi sem að... Já, ég get vottað það. Það var bara hraðast nýjusins. Já, forseti og ágætu bæjarfulltrúar, ég þakka nú kærlega fyrir að fá þetta skjal hér fram. Ég hef verið áhugasöm og gjarnan spurt frétt af þessu. Ég er að flestu leyti bara mjög ánægð með þær breytingar sem ég hef séð. Það verður nú að viðkennast að meira segja þó maður fái skjali með breytingunum í, þá getur verið svolítið svona torvelt að lesa sig í gegnum þetta, en ég er nú samt búin að reyna. Það eru bara kannski 2 eða 3 spurningar sem ég langaði svona að varpa hér fram. Mér sýnist að hér sé sem sagt verið að bæða veita bæjarráði og nefndum heimild til þess að hafa opna fundi sem að ég til jákvætt og vísa til reglna sem að bæjarstjórn eigi að setja þar ekki gat ég fundið þær í viðhengi, það er þá væntanlega eitthvað sem á eftir að setja, er það rétt skilið hjá mér. Það var sem sagt ein spurning, önnur sneri að, ég er að reyna að fóta mig í þessu, önnur sneri að sem sagt, heimildum nefnda til fullnaðar afgreiðslu. Mér sýnist að þarna sé talað að ég er nú að finna réttu nefndir. Já, þær geti, já hérna er þetta, að kjörnar nefndir hafi núna samkvæmt 47. grein þessar samþykktar heimild að afgreiða ákveðið mál á sínu verksviði ef að lög eða eðli máls mæla ekki sérstaklega gegn því, þau varði ekki fjárhags sveitarfélagsins umfram það sem kveðið er á í fjárhagsáætlun og þau víkja ekki frá stefnu bæjarstjórnar í veigamiklum málum. Ég er nú kannski bara svona praktist svolítið forvitin að vita, geta maður nefnt til að mynda, mér dettur strax í hug mjög margt sem að nefndirna gætu þá klárað á sínum vettvangi. En ég var svona aðeins að velta fyrir mig hvort að menn væru eitthvað búin að lista það upp fyrir sér hvað þetta væri nákvæmlega svona í praxís sem að nefndirna gætu þá verið að ganga frá sjálfar og hvort ég er ekki örugglega að skilja þetta rétt. Ég fagna því sem ég les út úr þessu með að áheyrnarfulltrúar í nefndum með fullnaðar afgreiðslu heimildir eigi að fá núna greidda þóknun fyrir störf sín. Ég verð að viðurkenna, ég hélt nú satt að segja að áheyrnarfulltrúar fengju þóknun en allavega þá finnst mér það alveg innboðið að áheyrnarfulltrúar eigi að fá sömu þóknun og aðri nefndarmenn því að í það minnst ef þeir sækja fundin og undirbúa það þá finnst mér óeðlilegt að þeir njóti ekki sömu launakjara. Að öðru leyti hef ég svo sem engar sérstakar athugasemdir við þetta að sinni en fagna því mjög þetta sé komið fram og kannski getum við svo í ítrekinu og ósminum að hér verði til nýtt sameina sveitarfélag að þá kannski getum við nýtt okkur að einhverju leyti þessar samþykktir þegar hefst vinna við að búa þær til fyrir nýtt sveitarfélag. Takk fyrir. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu. Orðið er laust. Ég kannski ræði það. Stefán Bogi Svinsson bara hefur óskað að taka til máls. Forseti og ágætt að funda fólk. Það er ágætt að fá
kannski nokkra spurningar og vangaveltur upp, það hjálpar mann aðeins að rifja upp það sem við höfum gengið í gegnum á allmörgum fundum sem að bæjarráð tók tengslum við fundi bæjarráðs og sömulegis sérstaklega til þess að fara yfir þessar samþykktir og rifja þá upp hvaða nákvæmlega réði því hvað endanlega stendur í viðkomandi ákvæðin. Það fyrsta sem að framkom hjá Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúa var þessi fyrirspurn opnu nefndarfundinu og það rétt eftir tekið að það gert ráð fyrir reglusetningu þarum og ef að minni svíkum ekki þá beinlínis krafum það í sveitarstjórnarlögunum að það verða að setja reglur það og það kemur eiginlega sjálfu sér, það er nokkuð ljóst að menn þurfa að fara svona sæmilega varlega með þetta vegna þess að þetta eru sum mál sem eru þess eðlis, þau eiga kannski ekki endilega erindi á opinn fund og sömulegis þarf að gera svolítið greið fyrir því hvenær hægt hvernig menn eiga að bera sig að við óska eftir opnum fundi og hvernig einfallega fundarsköp og slíkum fundum virka og svo framvegis. Þannig að það bara verkefni sem maður eftir að skilgreina það, en við töldum það nú ef að minni svíkur ekki í þessari vinnu að við ættum að geta fundið fyrirmyndir af slíkum reglum í það minnsta hjá Reykjavíkurborg ef ekki önnur sveitarfélög hafa sömulegis sett slíkar reglur, þannig að það átti eftir að skoða það. Samanlóð ég held að sé mjög æskilegt að slík heimild sé til staðar og hún sé til staðar fyrir bæði bæjarráð og aðrar nefndir. Við stöldrum aðeins við það á sínum tíma hvort að það sama ætti að gilda bæjarráð en niðurstaðan var svo að bæjarráð það væri ekkert óeðlilegt að bæjarráð hefði þessa heimild en bara sem og í öðrum tilfellum að menn færu bara varlega með það að menn væri ekki að setja málinu og opna fundi sem að eðli mál samkvæmt ættu ekki að vera það. Þannig að þetta bara að vinna sem að er eftir og er áframhaldandi. Það þá varðandi fullnaðarafgreiðsluheimildir nefndanna. Það verið að það sem að þarna verið að gera, það verið að breyta aðeins út frá því sem að áður var. Við erum með gildandi samþykktir fyrir hverja fastanefnd og í þeim samþykktum að finna opnar heimildir sem að vísa í mjög svipaða hluti og Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi taldi upp hér áðan, eðli máls ekki gangi ekki berhögg við stefnu sveitarfélagsins, ekki stór fjárhagsmálefni. Það sem að þarna verið að gera það verið að setja þetta inn í samþykktir stjórn og fundarsköp að það sé almennt heimilt að veita nefndum fullnaðarafgreiðsluumboð en það vísun í það í greininni að það sé gert með setningu samþykta fyrir nefndina. Þannig að eins og þetta lítur út núna að þá þarna bara komin heimild en eins og staðan í dag þá hefur engin nefnd í rauninni fullnaðarafgreiðsluumboð í neinu máli vegna þess að það ekki búið að skilgreina í samþykktu nefndana hvaða mál það eru. Þannig að það annað verkefni sem þá eftir að fara yfir verksvið hverrar nefndar og meta það hvaða mál og það mat sem að ég fekk munnlega reyndar frá lögfræðingi hjá sambandi sveitarfélaga að það væri nauðsynlegt eins og þetta lítur út í dag, það væri þetta allt opið að nefndin sjálf geti metið hvort að mál falli undir þessi skilyrði, bæjarstjórn verði að segja þetta má nefndin á fullnaðarafgreiða vegna þess að það uppfyllir skilyrðin en nefndin getur ekki metið það sjálf. Þannig að það enn annað verkefni sem það eftir og en skrefin verður að stíga og þannig þó verður að opna og skilgreina hvernig heimildin virkar. Nú að síðustu varðandi það sem að framkom hjá Björgu Björnsdóttur varðandi laun áheyrnarfulltrúa. Það kannski, ég má nú kannski segja að það sé ekki fyllilega til fyrirmyndar en við höfum þó gert það þannig, það töluvert síðan að bæjarráð í þessari vinnu komst að niðurstöðum það hvernig við vildu sjá umhverfi áheyrnarfulltrúanna og það var svona sátt það að áheyrnarfulltrúarnir yrðu í þessum stærri nefndum og það yrðu þá jafnframt nefndirnar sem að fengju hugsanlega skilgreint fullnaðarafgreiðsluumboð og við fórum að vinna eftir þeirri reglu kannski áður en að við vorum búin að festa hana í samþykktirnar. Þannig í raun og veru hefur þetta verið og við höfum greitt samkvæmt þessu en svo að það komi nú fram að það var ákvörðun sem var staðfest í bæjarstjórn að áheyrnarfulltrúarnir ekki að fá sömu greiðslu og aðalfulltrúarnir og var rökstutt með því að áheyrnarfulltrúarnir vissulega þeir kynna sér málin og þeim mæta á fundin en þeim ber ekki skylda til að gera það, þeir hafa ekki lagaskyldu til að taka afstöðu til mála. Þetta umdeilanlegt og svo því sé til að haga haldið að þá í þessari vinnu að Hannes Karl Hilmarsson bæjarfulltrúi hefur ítrekað komið því á framfæri að hann sé á annarri skoðun þetta, að þarna eigi að vera sama greiðslan og rétt eins og áður hér á þessum fundi þá get ég bara tekið undir, ég skil sjónarmiðin
en þetta var allavega ákvörðun sem var tekin á sínum tíma. Svo ákvörðun ekki óhaganleg en henni hefur ekki verið breytt ennþá. En þarna er rauninni bara verið að festa í sessi þar sem við í rauninni hófum að vinna eftir síðastliðið haust. Þannig og er í rauninni bara í samræmi við kröfur lagana, það er að segja að nefndir með fullnaðarafgreiðsluumboð þar eigi fulltrúa framboða sem eiga fulltrúa bæjarstjórnina og fá ekki kjöri nefndarfulltrúa rétt á áheyrnarfulltrúa og þannig að það má segja að í þessu öllu liggi sú stefna að næstu verkefni varðandi veitingu fullnaðarafgreiðsluumboðs sé að skoða hvaða mál umhverfis- og framkvæmdanefnd, fræðslunefnd og atvinnu- og menningarnefnd fái til fullnaðarafgreiðslu. Það séu þessar 3 nefndir sem sjá fyrir sér að verði með fullnaðarafgreiðsluumboð. Ekki félagsmálanefnd. Nei, já sko, hennar umboð, það er svolítið annað. Að varðandi félagsmálanefndina, hún hefur ákveð umboð sem að byggja bara á lögum félagsþjónustu og þannig að það gildir ekki að sama. Þetta snýr eingöngu að nefndir sem fá fullnaðarafgreiðsluumboð samkvæmt sveitarstjórnarlögum. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og orðið hann laust. Hannes Karl Hilmarsson, bæjarfulltrúi. Forseti, bæjarfulltrúar og starfsmenn, ég kemur bara upp til að ítreka það sem Stefán sagði að ég væri oft að minnast á og jagast ég vel fullmikið á að ég tel svo vera og þakka Björgu Björnsdóttur bæjarfulltrúa fyrir að minnast á þetta að áheyrnarfulltrúar eiga að sjálfsögðu fá sömu laun og aðrir nefndarmenn í þessum fastanefndum því að vinna þeirra er hvergi minni heldur en hinna nema þeir hafa ekki atkvæðisrétt. Þannig að ég er bara komið upp og ítreka þá skoðun mína. Takk. Hannes Karl Hilmarsson hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls? Ef svo ekki, Anna Alexandersdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og góðir fundamenn. Þetta er bara fín umræða hér samþykktirnar. Bæjarráð búin að setja með þetta verkefni dálítið marga mánuði og gott að einmitt að rifja upp. Bæjarráð komst á gott skrið þarna og svo kom nú eitthvað rof í það og svo héldum við áfram en ég vil kannski taka undir margt sem búið að koma fram og það sem bæjarfulltrúi Hannes Karl Hilmarsson kemur inn á og ég hef orðið vitni af inn í bæjarráði þá kemur ekkert minna vinnuframlagana frá áheyrnarfulltrúa en þetta var bara niðurstaða þegar við vorum bæjarráð var á þessum tíma líka að breyta öðrum kjörum í nefndum og horfði til og fékk upplýsingar frá allmörgum sveitarfélögum. Svona er þetta framkvæmt og byggt á þessu að þú að áheyrnarfulltrúin getur valið að mæta ekki ef það er ekki þessi hvað ég að segja skylda á hann og krafa ákvörðun þannig að varðandi að taka ákvörðun mál. Hvort að það er rétt að byggja á því eða ekki, ég ætla ekki að það er, og eins og bæjarfulltrúi Stefán Bogi kom inn á, þetta er ekki þetta er alveg hægt að breyta svona ákvörðun en bara þannig að upplýsa þetta var ekki bara eitthvað við nei við viljum ekki bæjarráð vill ekki að gera tillögu að því að þetta sé jafnt að því bara og eins og ég segi þetta var þannig, svona er þetta framkvæmt og þannig að kannski bara þessi vinna í það var lagst talsvert yfir hana bæði af starfsmenni hér og kjörnum fulltrúum en bara kannski að þakka Stefáni Bragarsinni fyrir hann vann með bæjarráð í þessari allri vinnu og hélt skilmerkilega utanum alla minnispunkta og það sem fram kom þannig að hann hélt vel utanum starfið og þetta skjal sem er nú komið þarna fram.
Takk fyrir. Anna Alexandersdóttir hefur lokið máli sínu og orðið ennþá laust. Það er óskættur að taka til máls. Ef svo ekki, þá ætla ég að loka mælendaskránni þetta mál og bera upp tillöguna sem að þetta gengur út á að vísa þessu máli þá til síðar umræðu á næsta fundi bæjarstjórnar. Þessi samþykkja tillöguna gefur merki með fyrir eitthvað bönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Þá er það næst 12. og síðasti dagskrárliður. Fyrir liggja til afgreiðslu reglur frá persónuverndar-fulltrúa meðferð á tölvupósti hjá Fljótsdalshéraði rafræna vöktun öryggismyndavéla og meðferð trúnaðarupplýsinga. Reglur þessar eru eins og yfirskriftin ber með sér til komnar vegna nýlegrar löggjafar persónuvernd og eru unnar af persónuverndar-fulltrúa sveitarfélagsins. Þær liggja fyrir bæjarfulltrúum en það er aldrei svo að það sé ekki eitthvað hægt að betrumbæta. Þannig að frá þeim drögum sem að bæjarfulltrúar hafa fyrir fram að sig að þá hefur verið óskað eftir því að það bætist við setning á 2 stöðum í reglunum. Ég ætla bara að fara yfir það að það er í grein 4.5 sem að hefur yfirskriftina meðferð tölvupósts að þá sem sagt í aftarlega í 3. málsgrein greinar 4.5 er setning sem að hefst á orðunum óheimilt er að nota tölvupóst við sending á skjölum eða skrám sem innihalda viðkvæmar persónuupplýsingar og hér hefst fráviki frá þeim drögum sem eru og þá bætist við nema slíkur póstur sé sendur á netföng sem hafa eftirfarandi endingar @fljótsdalshérað.is, @egilsstaðir.is og @fell.is og síðan haldi greinin áfram eins og áður var. Sömuleiðis er í grein 4.7 sem að ber yfirskriftina óheimil notkun á tölvupósti í 7. tölulið þeirra greinar stóð áður óheimilt er að senda tölvupóst sem inniheldur viðkvæmar persónuupplýsingar punktur en það er lagt til að bæti sem sagt við þá nema slíku póstur sé sendur á netföng sem hafa eftirfarandi endingar @fljótsdalshérað.is, @egilsstaðir.is og @fell.is. Ástæðan fyrir þessu er að það er heimilt að senda slíka póst innan hús vegna þess að þá er hægt að stjórna hægt að stjórna virkri dulkóðun af því að þetta eru allt saman vefföng sem eru notuð innan hús og þá er hægt að kóða og þetta eru þær upplýsingar sem ég hef frá persónuverndar-fulltrúa sem óskaði eftir því að þetta fengi að koma inn þá í draugin sem að fyrir ykkur liggja. Ef það eru ekki athugasemdir við að bera þetta upp með þessum viðbótum þá er sjálfsagt mál að fresta málinu en ef ekki eru athugasemdir þá ætla ég bara að bera þetta upp og með þessum breytingum þá eins og ég hef gert grein fyrir. Þetta er vissulega til umræðu þannig að orðið er laust. Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi. Forseti og ágætu fundarmenn, mér langaði bara rétt í raun og veru til að fagna þessum drögum sem hér eru lögð fram og í raun og veru kannski þakka bæjarstjóra og starfsfólki Fljótsdalshéraðs fyrir þá miklu vinnu sem hefur verið hjá þeim varðandi kannski 2 verkefni sem að flest öll sveitarfélög og fyrirtæki og stofnanir fengu í hendurnar sem voru annars vegar þessi persónuverndarlög og hvernig við bregðumst við þeim og hins vegar jafnlaunavottunin. Nú gerðist það 12. ágúst síðastliðinn að Fljótsdalshérað fékk jafnlaunavottun og það er bara mjög ánægjulegt að það skuli vera komið í gegn og mér finnst líka mjög ánægjulegt að sjá að þessar reglur um persónuverndarmálin eru líka á lokastigi held ég að mér svo óvægt að segja. Ég þekki það nú bara sjálf mínu starfi að þetta er heilmikil vinna og heilmikil utanumhald og það er að mörg að hyggja og ég tala nú ekki í sveitarfélagi sem að rekur fjölbreytta starfsemi og að mörgu sem að þarf að hugsa marga þætti og ég vil bara ítreka bæði ánægju mína með það hversu vel þetta hefur gengið og þakka starfsmönnum Fljótsdalshéraðs fyrir þeirra góða starf í þessu. Björg Björnsdóttir hefur lokið máli sínu.
og orðið er ennþá laust. Næstur mælendaskrá Stefán Bogi Sigurðsson, bæjarfulltrúi. Forseti, ágætt að funda fólk. Ég vil kannski taka boltan aðeins á sem að Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi skildi við hann. Ég held að sé alveg óvægt að segja að Fljótsdalshérað hafi staðið sig vel þegar kemur að þeim tveimur verkefnum sem að bæjarfulltrúi nefndi hér áðan, innleiðingu jafnlaunavottunar og innleiðingu persónuverndar löggjafarinnar. Og rétt og sjálfsagt að þakka kærlega það mikla vinnuframlag sem að hér hefur verið lagt fram bæði af hálfu persónuverndar og fulltrúa og stjórnenda, bæði stjórnenda hér á skrifstofu sem og stjórnendastofnana. Þetta hefur verið heilmikil vinna fyrir alla að takast á við. Sömuleyti vinna sérstaklega varðandi persónuverndar sem að kannski virkaði þetta alltaf ókvænlegt til að byrja með, og fyrir vikið held ég að verið mjög mikilvægt að fá inn strax starfsmann til að sinna verkefninu sem að gat helga sig því og leitt aðra áfram í gegnum þetta ferli. Og ástæða þess að ég kom nú hérna upp er kannski ekki endilega svo að ég vilji endurtaka alla þær þakkir sem að Björg Björnsdóttir bæjarfulltrúi fór yfir hér. Hún gerði það ágætlega. Ég ætla að leyfa mér að hæla okkur sjálfum líka fyrir það sem að á síðum tíma tókum þá ákvörðun einmitt að ráða í þetta starf. Ég held að allir sem hafa verið að fylgjast með þessum máli og innleiðingunni hjá sveitarfélögum og rauninni stofnunum ríkisins og víðar átti sig á því að þetta hefur alls ekki gengið þrautalaust hjá öllum. Ég ætla ekki að segja að Fljótsdalshérað hafi endilega verið algjörlega í fararbroddi varðandi þetta, en mjög fljótlega áttuðu kjörfulltrúar hér og stjórnendur sveitarfélagsins hér sig á því að það þyrfti nákvæmlega þetta afl. Og þetta kostaði peninga og þetta kostaði vinnu, en þetta var nauðsynlegt og ég held að við megum alveg klappa okkur sjálfum á baki fyrir það að hafa bara gengið í þetta og svona lágmarkað vælið yfir óréttlæti heimsins yfir því að þurfa að leggja í þennan kostnað. Þetta er bara löggjöf sem við fáum sett á okkur og við þurfum að gera þetta, og þá er eins gott að gera þetta vel. Og það held ég við höfum gert, þannig að ég er ánægður með þær afurðir sem við höfum séð út úr þessu og meðal annars á þær reglur sem hér eru til afgreiðslu. Stefán Bogi Sveinsson, bæjarfulltrúi, lokið máli sínu og orðið er enn laust. En ef enginn kveður sér hljóðs, þá ætla ég að loka mælendaskrá og bera þá reglurnar upp með þeim breytingum sem ég gerði grein fyrir hér áðan og enginn hefur gert athugasemd við, þannig að þá biði þá sem samþykkja að reglurnar taki gildi að réttu upp hönd. Takk fyrir, það er samþykkt samhljóða. Við höfum þá lokið við að fara yfir dagskrá þessa fundar. Við viljum þakka þeim sem fylgdust með í útsendingum. Við munum nú rjúfa hana en fundur ekki slitið fyrir við höfum lokið við að fara yfir fundargerð og undirrita hana. Ertu búin að slíta eða ertu